Verkefni 8 tekur á þremur, eða í raun 4 nýjum hlutum. Við ætlum að skipta JavaScript forritun okkar upp í einingar. Við ætlum að forrita á móti DOM-inu, eða Document Object Modelinu, sem það að við ætlum núna ekki bara að búa til þessi to-do item okkar eitthvað sem gerist í konsolinu, við ætlum að sýna þau á vef. Við ætlum að búa til HTML sem sýnir hvað þetta er og hvað þetta er ekki. Og til þess þurfum við að nota viðburði, atburði, ég alltaf að rugla sig, reyna að nota atburði því að viðburður eitthvað sem þú ferð á og klæðir þig fínt, en events svona það sem gerist þegar þú, allavega, og svo setja upp ESLint, sem svona tóla pæling. Þannig við ætlum ekki í þessu verkefni að setja líka upp hérna parcel eða vít, gera það í verkefni 9. Hérna síðan bara yfirlit á því hvað á að gera, en svo ég líka bara með myndband sem sýnir það. Það var ekki hægt að horfa það hérna. Já, þannig að ég get downloada því hérna og þá getum við séð svona hvernig þetta á að haga sér. Þannig að það bara eitthvað hérna, ég skrifa eitthvað inn, ég bæti því við, og eitthvað. Þannig að þið getið séð svona hvernig þetta en ég ætla líka bara að sýna ykkur sýnilausnina frá mér á eftir. Og þið fáið grunn. Nú hann svona aðeins, það aðeins meira að vera hérna. Nú erum við komið með einhverja source möppu, við erum með git ignore, af því að við erum að fara hérna nota npm til þess að setja upp já, það er parcel, já. Það líka vera með readme skjál sem þú gera. Í hópverkuninu? Já. Þið megið alveg hafa readme líka, það er mjög góður vani að setja readme í öll verkefni sem þið setja upp. Readme er ekki alveg að virka með líður eins og eitthvað að fara að tala það. Já. Það er nóg að gera í verkefnum hérna. Ný, allt í góð. Þannig að hérna er það sem við getum gert þess að byrja verkefnið. Og svo þetta hérna til þess að geta bætt við repo-inu ykkar. Svo ætlum við að setja upp ESLint og ESLint er svona að gefa til kynna er linter og ES stendur fyrir ECMAScript og ECMAScript er heitið á staðlaða forritunarmálinu fyrir JavaScript út af því að JavaScript sem heiti er trademark sem Oracle á sem bjó til Java og þau vilja ekki sleppa því. Þannig að það þorir enginn að nota JavaScript svona í einhverju dóti út af því að það getur einhver farið að lögsækja þig. Þannig að ECMAScript og eitthvað svona, það er bara, þess vegna er oft svona ECMAScript versus JavaScript. Þetta er pólitík. Hérna Ryan Dahl sem að bjóð til Node og Deno, hann er búinn að vera núna að eyða óheyrilega miklum peningum í það að reyna að challengea þetta og fá JavaScript sem trademark fært yfir í óháð samtök þar sem hann væri í raun ekkert fyrirtæki sem á það. Það er önnur saga. Þannig að þið ætla að setja það upp með því að keyra þessa skipin hér og þá kemur svona ferli sem þið ætla að fylgja. Endi með svona config-skrá sem ætti að líta svona út. Hún getur enda verið, þessi er formatið til þess að fara hérna í margar línur, hún getur verið í einni línu hjá ykkur. Og þá getið þið keyrt lint-skriptuna sem er skilgreind þegar í package.json-skráni og það ætti ekki að koma neinar villur upp. Þannig að ESLint bendir ykkur til dæmis á það að þið eruð með breytu sem þið notið ekki eða input í fall sem þið notið aldrei. Og aðra svona recommended reglur hérna sem komur þessu sem bara passa upp og að þið gerir bara svona nice, góða svona hérna hluti sem er mælt með. Síðan ætla ég að setja upp á GitHub og Netlify. Það er hérna, út af þetta komið svo mikið og ég var skiptið svo mikið upp að ég seti svona bónus. Þannig að þið getið fengið 105% en ef þið fáið nákvæmlega 105% þá fáið þið samt alltaf bara 10 í verkefninu. Það er hérna ef listin er tómur eða vel að fela öll klárið atriði eru sýnd skilaboð það. Þetta er svona óþarflega mikið vesen í útfærslu. Þannig að þið getið tekist á við það ef þið viljið. Ok, þannig að ég ætla bara að klóna verkefnið. Förum bara í editorm. Git clone. Svona.
Ég ætla að, já, allavega opnum svo bara ég ætla að opna það í réttum editor. Ég ætla að opna það svona. Já, vistum þetta, ég committi þessu svo oh my god. Loka þessu af því af hverju ekki. Gerum þetta aftur. Ok. Þannig að þá þetta bara readme hérna. Og við erum með package.json. Þannig að það eitthvað hér. Parcel er df dependency. Þannig að hvað fyrsta sem við þurfum að gera? npm install. Eða npm i. Ef við erum löt. Ekkert löt. Það má alveg gera það. Þá það komið. Þá ættum við að geta gert npm run def. Parcel. Og nei, ég ætla ekki að gera þetta. Ég ætla að gera þetta. Þá fáum við bara þetta og þú veist, þetta gerir ekki það sem átt að gera. Þú veist, takkandi gerir ekki neitt, en útlitið er hérna. Síðan getum við farið inn í index.html og þá getum við séð, ég ætla að minnka þetta aðeins svo við sjáum aðeins betur hvað við erum að gera. Svo er hérna, ég get tekið þetta í burtu til þess að sjá, þú veist, hvernig HTML-ið þetta verða sem að, já, þarna erum við ætlum ekki að watcha þetta. Já, nú er þetta kastdæmi, sko. Ég ætla að laga, hvað ég var að, no cast. Er ég, hvað er í gangi hérna? Ok, við, hvað fá þetta, def, já, þetta er start sem ég gerir hérna. Svona. Já, hérna, hvað er í gangi? Af hverju vill hann ekki... Við spyrum okkur hvernig þetta er aftur. Já. Það er í gangi. Út af þessu? Það virkar þetta ekki bara. Já. Og þið sjáðu, ég er búin að vera að vefforriti næstu 20 ár og ég er samt ennþá eitthvað að gera svona hluti. Þannig að engar ágjur. Þetta mun aldrei hætta. Svona. Þannig að nú sjáum við þetta hérna og þá er þetta partur af þessu sem er bónus, sko, af því að vera að skipta á milli þessa. Þetta ætti að vera hidden og þetta ætti ekki að vera hidden, en bara þegar þetta er tómt. Þannig að þetta er svona, þú veist, þið þurfum ekkert að spá í að þetta sé responsive, en þetta er svona semi-responsive. Og þá sjáum við líka hérna með mjög löngum texta, hvernig þetta haga sér. En þá sjáum við hérna, þú veist, bara, það gerist ekkert, ég get klikkað í þetta en það gerist ekkert. Ég get ítt á þetta en það gerist ekkert. Já, þess vegna er verkefnið svo skemmtilegt, því að þið ætlaði að láta þetta virka. En það seifa ef það refreshar. Það er ekki krafa, en það er vissulega eitthvað sem maður má hafa í huga. Hvernig myndum við gera það? Það var ekki database, er einhver leið að gera, eða það er cookies reyndar. Cookies myndi ekki vera gott fyrir þetta, en local storage væri það. Við getum rætt aðeins í næsta tíma. En ég ætla líka reyndar að setja það sem möguleika ykkur sem þið geti gert í hérna hópverkefni 2. En ok. Fyrsta sem er hérna. Ég vissi bara ekki að HTML gæti stórað eitthvað locally, þú veist, þó að það væri hótt á tölvunni.
HTML-ið tæknilega sé ekki að geyma neitt locally, heldur það JavaScript virknin sem notar local storage browser API-ið. Já, ég bara vissi ekki að kæmist út úr brásunum. Það fer ekki út úr browserunum, það er geymt í browserunum. Þannig að það er geymt, ef þú notar local storage, þá er það bara geymt hjá þér í þessum vafra, á þessari tölvu. Og ef ég opna annan vafra, þá er það ekki geymt. Já, ég held nefnilega að alla geymslur væri bara cookies eða þú veist, eitthvað inni. Nei, en þú átt að koma í Webfortran 2 til þess að læra meira um þetta. Já. Ok, þannig að ef við förum aftur hérna og við skoðum aðeins hitlistan okkar, þetta er eiginlega gefið. Út af því að þetta er bara sett upp. Það er þægilega að gera það en þið fara eitthvað að brasa við það. Þannig ég ætla aðeins að segja ykkur hvað það er. Það er líka nánar í námsefninu. Hver er munurinn á þessari hérna línu miðað við þá sem við gerðum í verkefni 7? Type module, akkurat. Það sem að það gerir hérna er eitthvað ESX in-depth modules. Þetta er eitthvað gamalt hérna, en ég ætla ekki að fara mjög djúpt í þetta, en munurinn á þessu er að ef við segjum script type module, þá keyrir JavaScript kóðun okkar eftir að búið er að þátta allan vefinn. Þannig eins og ég sýndi ykkur þetta í seinasta tíma, þá þegar það var ekki type module, þá fór vafrinn í gegnum þetta, sá script source, sótti script sourceið, scripts.js, þáttaði það, parsaði það, keyrði það og hélt síðan áfram með HTML-ið. Það sem gerist núna er í raun og það segir module, tekur það til hliðar, klára, passa allt HTML-ið, passa þetta, passa CSS-ið. Þannig að þetta hérna keyrir eftir allt er búið að allt HTML-ið er búið að verða til og dommið er orðið til. Er það ekki þá sniðugra með stærri síður að skipta JavaScript upp í fleiri skjöl? Sumt vill maður kannski gera á endanum, sumt vill maður gera í byrjun. Já, og þetta er í raun bara til þess að geta skipt hlutunum upp. Þannig að hérna ætlum við núna að vera með í raun eitthvað sem að býr til event handlerana og tengir þá við, þannig að þegar við skrifum eitthvað inn og ítum og bæta við atriði, að þá bætist það við eitthvað. Það er eventir sem á sér stað. Ég skrif eitthvað inn í inputið, hvert einasta sláttur og lyklaborðið er event, en okkur er alveg saman hann, við ætlum bara að leyfa fólki að slá inn og gera bara eins og það gerir. En þegar það ítir á bæta við og submittar forminu, þá viljum við ekki að formið bara submittist og það gerist eitthvað, heldur þá viljum við keyra okkar JavaScript kóða og bæta iteminu við dommið. Og þá ætlum við að gera það þannig að við erum hérna með eitthvað svona initialize sem að keyrir forritið okkar og setur upp þennan event handlera á það sem að þarf að vera með event handlera, að þegar svo þurfum við að bíða. Að þegar við bíðum eftir því að einhver geri eitthvað, að sem fari og íti á takkan. Það geti verið leið og við erum búin að opna vefinn, geti ég bara gert svona búm og bæta við, eða ég geti opnað þetta, farið að fengja mig kaffi og komið aftur og kert eitthvað. Og það er þessi svona, þetta gerist bara einhvern tímann. Þannig að við erum að segja að þegar þetta gerist, þá að þetta gerast. Þetta er svona eins og við vorum svolítið að gera bara með því að ég fór í konsól og skrifa eitthvað, en þetta erum við að gera þetta þegar ég geri eitthvað á vefnum hérna. Ok, allavega. Þá ætlum við að gera eitthvað hérna og við ætlum að sækja það virknina sem að vinna með to-doin okkar úr þessu lib.todo.js. Þannig hérna er ég með einhver föll og þau eru bara hérna merkt eins og í verkefni 7, nema hér eru komið með eitthvað svona HTML element í staðinn fyrir array eða element eða null. HTML element. Þetta væri reynda betra að hafa þetta sem HTML element, en bara skoðum þetta. Þessu má öllu breyta og þessu má öllu gera eins og við viljið. Hvað er það vídeo sem er inn í skjálfinu hana? VAF 8? Það er vídeoið sem ég var að sýna ykkur áðan.
dæmi um hvernig sýnilausnin virkar? Já, nei, var þetta áður en ég kom? Nei? Ég er blindur, sko. Já. Síðan eru hérna hjálparföll sem við getum notað og ég ætla bara að grípa til þeirra ef að til þess kemur. En ég ætla bara að byrja á því að sýna ykkur hérna. Við gerum þetta hér. Þetta keyrir scripts.js hérna. Þannig ef ég segi hérna console log halló frá scripts.js og ég fer hérna og opna konsolið og gerum samt hérna að við séum logum, minkum og minkum þetta og minkum þetta og gerir hérna vista ok flott en nú er ég hérna með eitthvað initialize fall en ég ætla að byrja að skrifa hérna initialize og þá er það ekki skilgreint og af hverju er það ekki skilgreint? Nei console log kalla í initialize segjum hérna console log init það er þetta kallaði hérna sko og ég skrifaði vitlaust nei, byrju já, hún er að kvarta þegar ég er ekki að gefa henni neitt input fú þannig ég get kallaði það en ég get ekki kallaði það hér þetta er annað sem að type module gerir er að það býr til annað scope það býr til module scope því að allur kóðinn sem er vísað í hérna keyrir inn í þessu moduli og það lekur ekkert yfir í raun keyslu umhverfið í vafranum sjálfum þannig að við getum ekki kallað inn í það úr vafranum hér þannig að það er raun engin það skilur ekki eftir sig nein fótspor Er til eitthvað sem virkar sem module en ég líka að gera því eftir á? þú getur alveg komist fram hjá þessu en það er ekki pointi núna þannig að tæknilega já en out of scope fyrir það sem við erum að tala um núna og það sem við getum þá líka gert hérna er að importa föllum þannig ég get sagt núna hérna ég er að kalla þetta init og ég ætla að segja nei ég ætla nú að fara hérna í þetta og ég ætla að ná í create to item hi frá create to item þá þarf ég að exporta þessu falli þá segi ég export function þannig að þetta hérna fall verður aðgengilegt úr þessu hérna module þannig að þá ætla ég að láta þennan module importa þessu og þá get ég bara byrjað að skrifa create to item og eitt á tab og þá importar hann í og köllum bara í það svona og þá er hérna import create to item from lib to do ég get kallaði það hér og það keyrir kóðan þá í þessu hér nú get ég fara að skipta JavaScript forritinu mínu upp í mismunandi skrár þar sem eru skrárnar haldið utan einhverja svona ákveðna virkni út af því ég er að gera þetta með parcel þá get ég gert hérna lib-to-do en ef ég væri ekki með parcel þá myndi ég þurfa að gera hérna .js skiptir engum máli hér en ef við værum ekki með parcel þá myndi þetta ekki virka á þess að hafa .js hérna
Jú, þess vegna var ég að gera það. Góður vani. Ok, nú ætlum ég bara að fjarlægja þetta hérna og ég ætla núna, já, ok, gerum svona frekar. Svona. Þannig nú ætlum ég að gera þannig, ég ætla að skrifa eitthvað hér og ég ætla að bæta við og ég ætla að fá að vita hvað þetta er. Hérna gefið eitthvað sem stendur, finnum to-do-lista og keyrum fall sem setur allt upp. Þannig að document.querySelector er partur af DOM API-num. Document er eitthvað sem við höfum alltaf aðgang að og er bara táknar skjalið sem við erum á. Þannig að við gerum document hérna, document, og þá fæ ég bara object sem er bara með öllu skjalinu sem ég er að vinna í. Það segir hérna allir first child er doctype HTML. Child nodes ekki neitt, þannig að doctype á sér engin börn. Allavega, ég ætla ekki að fara að elta það eitthvað, býtu, ég ætla samt að fara hérna. En við höfum skoðað hérna að gera þetta út frá hérna fyrir CSS-u okkar. Ég get líka farið hérna núna og fundið eitthvað og ég get gert hérna show DOM properties. Stækkum þetta svo við sjáum eitthvað hvað við erum að gera. Og þá segir hún hérna inspect null true. Þá segir hún bara hérna p-class empty er með öll þessi hérna DOM property. Inner HTML, last child, next sibling, alls konar dót. Þannig að nú er það þannig að hver einasta nóða í HTML-inu okkar er eitthvað sem við getum fundið og gert eitthvað við. Þannig að ég geti sagt forritinu mínu, fáum aftur hérna $0 er bara það sem ég valdi svona og ég segi $0 er það núna aftur orðið p-class empty og ég segi $0.remove. Þá fjarlægja það úr dóminu. Það er bara horfið. Eða akkur lætur hún svona við mig? Hún vill ekki sýna eða þá ég get sagt document.querySelector input og þá finnur hún inputið mitt eða .button þá finnur hún fyrsta takkan eða ég segi querySelector all þá finnur hún alla takkana svona, þá getum við sýnt hérna þessi takki og þessi takki. En nú getum ég sagt, ok, ég vil finna þennan hérna takka, þá getum ég sagt document querySelector button toggle finished. Og þá út af því að þetta er eitthvað hérna. Þá er þessi hérna. Þannig að hvað er querySelector að nota til þess að finna elementin? Já, CSS selektora. Þannig að þarna nýtum við það til þess að geta notað og spurt skjalið okkar hvar ykkur ákveðin element eru. Þannig að núna vill ég finna undir, ef við skoða HTML struktúrin, að ég er með eitthvað hérna div class to do list form action eitthvað class form. Þannig ég ætla að finna formið sem er undir to do list. Ég ætla að vera hérna. Að þá er þetta hérna búið að finna fyrir mig to do list elementið. Þannig við getum sagt hérna
console log to do list, þá fáum við hérna, það er þetta, skiptum aftur hérna svona, sjáum aðeins betur hvað erum að gera. Þá get ég sagt const form jafnt og to do list punktur query selector punktur form. Ég loggaði ekki út, en ef ég gerir það, form, þá fæ ég hérna formið. Ok, þá er ég búinn að finna formið. Núna, já. Já, það er gamla leiðin til þess að finna hluti. Þá get ég líka, þegar vefurinn verandi eins og hann er, þetta er allt þarna, þá get ég sagt að formið er ekki þetta, heldur const form er jafnt og document get element, þá væri by ID, jú, við getum sett á ID á þetta til að finna eftir því, en ég geti sagt by class, þá er hérna get elements by class name, sem því að ég þarf þá að fara síðan að taka við fylki og finna þá fyrsta staki í fylkinu, en query selector leyfir okkur að finna bara nákvæmlega eitt stak, breadth first, þannig að það fer breiddin á trénu, það skoðar öll efstu börnin, fer svo í fyrsta barnið og leitar niður þar og alveg á dýftina þar, nei á breiddina þar og svo fer á næsta og breiddina þar, en ekki depth first, þannig að það finnur ekki tréð og finnur hérna, þetta er sýnt betur í námsefninu. Skiptir ekki máli, þetta er bæði trivial, en þetta er það sem við notum, query selector all. Við ætlum ekki að nota get document by eitthvað. Við ætlum að nota query selector. Þannig að ég er með þetta hérna, ég finn formið, en núna, ef ég horfa á, ég skrifa eitthvað SDF og ég segi bæta við og síðan reloadar. Það sjálfgefna hegðunin er að reloada og svo kemur hérna string ASDF. Þannig að hún reloadar og setur allt sem ég var með í inputum inn í forminu sem nafn og gildi sem ég sett inn í það. Þannig að ég kallar þetta hérna query og ég segi bara foo og þá er núna slóðin hérna localhost query jafnt og foo. En þetta er ekki það sem við viljum. Við viljum taka yfir þessa sjálfgefnu hegðun og gera okkar kóða. Og þá þurfum við að nota event handlera og þá ætlum við að segja add event listener submit og hérna kemur þá einhver event handler. Þá ætlum við núna að nota lambda function eða anonymous function eða fat arrow function þar sem að við fáum hérna inn fall sem við erum ekki að segja bara eitthvað const function jafnt og eitthvað. Þetta er bara nafn sem við, nei, þetta er bara fall sem við erum að skilgrina án nafns. Anonymous function. Það tekur inn og við ætlum að segja hérna console log eða submit ok, og nú ætla ég að hreinsa allt hérna og ég er með kveikt hérna á persist logs en ég ætla að segja ASDF þá sjáum við hérna submit uppröfunarmerki að svo reloada allt aftur og allt keyrði aftur út af því að sjálfgefna hegðunin er að reloada vafranum með það sem hann var í forminu en þá sjáum við hérna þetta sem ég logga út er með fullt af einhverju dóti það er með upplýsingum eventin sem áttu sér stað og það er með fall sem að leiði mér að hafa áhrif á eventin sem áttu sér stað en það sem ég ætla að gera er að kalla í prevent default sem eins og nafni gefur til kynna kemur í veg fyrir að sjálfgefna hegðunin að reloada síðunni gerist og svo ætla ég að segja console log submit og þannig nú get ég gert hérna bæta við eins og oft og ég vill og vafrinn reloadar ekki að þegar ég er búinn að stíga inn í og segja að þegar þetta hérna gerist
þá tekur þetta fall frá mér við og það byrjar að segja ekki keyra sjálfgefni hegðunina kæri vafri. Ég ætlaði bara að sjá það sem gerist núna. Ok, og þá kemur næsta. Finna gildi texta rates í formi innan event handlers og búa til to-do item út frá því. Þannig ég ætla þá að finna það. Hvað get ég þá notað? Við ætlum að gera þetta eins og við fundum formið. Já. Const input. Ég sagt bara to-do list, query, selector, input. Við erum bara með eitt input, við vitum það. Ok. Svo getum við sagt console log input bara. Þá erum við með það hérna. Og þá er spurning, hvernig get ég fengið gildið þess? Ég get gert hérna, því ég er búinn að velja það núna, gert .0, .value og þá fæ ég gildið inn í því. En þá get ég sagt bara hérna const value input.value. Þá sjáum ég hérna að nú er ég búinn að vista og ég er með kveikt á Prettier og ESLint, þannig að það er að bæta við þessu spurningamerki hérna. Vitið þið hvað þetta spurningamerki gerir? Þetta er oft kallað Elvis operatorinn. Þetta er svona að vera svo Elvis með hárgreiðsluna hérna, einhvern veginn. Nei, byrju, ég er alltaf að rugla, það er annar operator. Þetta er sem sagt hérna null chaining operator. Sem hérna, út af því að inputið hér, það sem kemur út úr þessu query selector hérna, er HTML input element eða null. Af hverju? Vitum við ekki að HTML-ið okkar er með inputi sem heitir, eða þú veist sem er þarna? Akkurat. Þannig að þetta gefur til kynna að það er möguleiki á því að query selectorinn finni ekki það sem við vorum að biðja um. Og hvað þýðir það? Þannig að við getum þá sagt hérna og sett eitthvað svona varnagla þegar við erum með kveikt á JS check sem er alltaf eitthvað að segja okkur svona bara passaði, þetta getur verið null. Þá getum við sagt hérna if not form, þá ætlum við bara að segja console error form fannst ekki, hætti og bara return. Og þá þýðir það eitthvað sem er form sem er element eða null hér er bara element hér. Út af því eins og áðan þetta er ekki möguleiki. Það er ekki lengur möguleika á þessu null. Við erum búin að returna út úr því möguleika. Og þá get ég tekið þetta í burtu út af því að þá veit ég alltaf að form getur fengið sér event listener. En ef ég myndi þá eins og hérna gera svona. Þetta er spurningamerki að þú ert ekki með að ignora hann þá bara null eða? Nei, þá reynir hún að kalli þetta og ef það feilar þá fæ ég bara undefined tilbaka. Þannig ef ég tek núna þetta bara í burtu og ég íti á bæta við og ég tek spurningamerki í burtu ég íti á bæta við þá fæ ég hérna can't access property value input is null. Og það er sama sem er búið að gerast hér, það er búið að merkja það, input is possibly null. Þannig ef ég set annarkvort spurningamerki hérna, þá bara gerist ekki neitt. Þá getur ég sagt hérna console log value, undefined. Ég fer við bæti aftur við inputinu og ég fæ gildið. Þannig að hvort heldur sem er, nei, ég ætla að vera hér. Og þá er þetta að gefa til kynna að ég þurfi að díla við það hvað ef þetta finnst ekki. Þá get ég gert það bara aftur hérna if not input console error input fannst ekki.
return og þá þetta hérna eini möguleikinn þegar ég komin hingað að þetta sé input element og input element á value og value property eða HTML input elementinu sem representar the current value of the input element as a string. Ef ég hins vegar geri svona og ég segi punktur input þá segir hún ég veit ekki hvernig element ég að fara að fá þannig að ertu alveg vissum að value sé til út af því að þetta getur líka innföra það að þetta hérna actually input og VFS Code veit að þegar það input og það finnst að þá HTML input element alltaf með value þannig að þetta munurinn á því að fá þetta element versus síðan HTML input element eða button og þá fæ ég hérna HTML button element að hún dedúsar eða inferar, ekki dedúsar, inferar út frá því hver selektorinn hvað það sem gæti komið tilbaka þannig við ætlum að halda þessu svona og svo get ég sagt hérna to do staðfesta að value OK svo ætla ég að segja bara create to do item með value þá segir hún hérna byrjum við to do list og text string þannig núna út af því að ég vil búa til to do itemi mitt inn í to do listanum mínum þá þarf ég að senda með to do listan þannig ég sendi to do listan og svo valueið þá ég komin hérna með HTML element sem to do listi minn og textið sem ég ætla að bæta við og return núna bara void það engu skilað og þá ætla ég að segja hérna to do list og text og ég ætla að vista og ég ætla að fjarlægja þessi console log sem komi hérna svona þannig að núna gerum við eitthvað hérna hi frá create to do item to do listin sem ég ætla að bæta við og ASDF sem ég ætla að gera hérna næsta skref þá að búa til svona HTML fyrir to do itemið ég ætla að taka það hérna bara til að segja template af því ég ætla að kommenta þetta út og ég ætla bara að setja komment hér sem þetta þannig að þá erum við búin að núna við erum búin að leita í dominu þá notum við query selector svo ætlum við að búa eitthvað til og þá notum við create element þannig ég ætla að búa til hérna li element document create element li og þá fáum við hérna HTML li element við erum búin að búa það til svo ætla ég að segja li.text content text þá erum við búin að búa til li element og setja text contentið sem textan sem kom inn hér en nú eitt sem vantar hvað það? Ég búin að búa til þetta li element en hvar það til? Það hangir bara eitt einhvers staðar í eðernum og hvergi tengt við neitt. Já, þess vegna sendum við hérna með to-do listan þannig að við erum búin að fá hann og við fáum bara vissulega to-do lista þá getur ég sagt to-do list append child li vistu þetta kemur að vitlausum stað en það bætist við þannig núna ég farin að gera hérna alls konar en ég alltaf farin að bæta ykkur við ef við gerum núna inspect
stækkum þetta þannig við sjáum hvað við erum að gera. Inspektum þetta hérna. Þá sjáum við að við erum með buttons hérna og við bara bættum við append child, það tekur bara þetta barn og setur það aftast í dommið. Þannig þau komum bara hérna, en við viljum samt fá þau hingað inn. Þannig að þá getum við farið hérna í HTML-ið og við ætlum að segja, við ætlum að takast á við þetta að láta þetta hérna birtast seinna. Við ætlum bara að hafa þetta alltaf sýnilegt. Og við ætlum að fara hérna og við ætlum að segja const list document, ekki document heldur, to do list, query selector, hann heitir bara ul.list og við ætlum að segja list spurningamerki append child. Ok, nú fáum við þetta réttum stað og getum bætt við. Ok, þannig þá getum við haldið áfram og þá sjáum við hérna að það er eitthvað meira sem við erum að setja inn. Ok, við þurfum að setja inn label og við þurfum að setja inn button og þá kemur bara þetta að vinna með dommið er rosalega svona verbose. Það þarf rosalega mikið af kóða til þess að vinna með dommið. Þannig að ég ætla að segja, ok, ég er með li en við vantar label, input, span og button. Þannig ég ætla að segja const button document create element button. Button punktur text content er ruslafata. Const input er document create element. Já, takk. Input. Input á að vera með type checkbox, name finished. Checked skiptir ekki máli, þetta er bara því að þetta var í raun fyrir item sem var búið að finisha, við erum ekki komið svo langt. Þannig ég ætla að segja input.set attribute type checkbox. Ok, ekkert meira hér. Jú, input set attribute name finished. Ok, svo þurfum við span const span jafnt og document create element span. Það ætla að vera með class item. Þá fáum við svona annað sem er class list add item. Class list er sérstaklega til þess að vinna með class attributið og við ætlum að segja span.text content er text. Ok, þannig núna stekkum sjáum aðeins meira. Þannig núna erum við komið með all elementin. Nei, það vantar eitt. Const label document create element label. Ok, nú erum við komið með all elementin. Nú þurfum við að setja þau saman í réttri röð. Þetta er veisla. Þannig að þetta hérna er ekki lengur það sem við þurfum. Þannig að hvernig setjum við þetta núna saman þannig að við endum með þennan HTML struktúr. Nei, það er bara eins og ég er búinn að vera að skrifa þetta allt út hérna, hún er bara áframhald á því. Þannig að hvað, ef við ætlum að segja hérna, list append child li er það sem við viljum gera, þegar við sjáum að li er ysta elementið. En hvað þurfum við að gera þannig að það sé rétt innihaldið í réttri röð? Já, og hvað
Hvað viljum við byrja? Á hvaða elementi? Það var liðið þetta sem var liðið Já, ég myndi byrja á innst og vinna mig út. Þannig að hvað myndum við þá að segja? Hvað er? Já. Hvar vil þetta eiga heima? Label. Ok. Og hvað vil ég skrifa hér? Input. Hvað vil ég skrifa næst? Svona. Svo viljum við hafa þetta. En núna gerist þetta út af því að ég get smellt í þetta út af því að þetta er bara input type checkbox og þetta er bara sjálfgefna hegðunin. En nú eru aftur komin á stað, það er sjálfgefin hegðun í vafranum að þegar ég er með label utan input type checkbox að þá get ég smellt á allt inn í labelinu til þess að toggla það. En ég er bara að gera það í raun birtingarlega séð. Ég er ekki að gera það virknilega séð. Ég er ekki að gera að þegar við skoðum þá ef ég sýni ykkur bara hvernig þetta er í sýnilausninni. Nei. Ég ætla að gera svona. Ég ýti á og þá bæði fær það yfirstrikun á sig og þessi hérna listi uppfærist. Þannig ég tek þetta hérna upp. Þannig að það eru fleiri hlutir sem eru að gerast þegar að það er einhverju bætt við. Þeir eru með vídeo á henni. Þess vegna eru þeir með vídeo. Það sniður að vera búin að kóða til. Þannig að svo er ég með þetta hérna. Svo fer ég og haka við þetta allt. Og þá uppfærist þetta hérna á sama tíma. Svo að hendi þessu, þá kemur eitthvað alert hérna. Veitu ykkur það? Það gera hana CSS-kóðan alltaf fyrir þetta, eða ekki? Jú, þannig að þið sjáið. Finna hvaða við þurfum að nota. Já, hann er gefinn, eins og ég sýndi ykkur áðan. Ef þið fjarlægið kommentin á HTML-inu, þá sjáið þið nákvæmlega allt sem þið þurfið. Þannig að hérna eru í raun bara áframhaldandi, finna element, hvað gerist þegar þetta er að gerast, breyta einhverju klasslist, nota til þess að fela og sýna. Er eitthvað unfela-takki? Þetta er nú bara falið, það er ekki þetta á. Svo hann togglast. Hann heitir stendur núna fela kláriðatriði, sýna kláriðatriði. Og þetta er gert með þessum aðferðum sem við erum búin að nota, nema það er aukalega að vera að nota þess að klasslist toggle, sem togglar þá bara CSS-klassa. Það er verið að nota remove sem fjarlægir hluti. En annars er þetta í raun bara að nota þessar DOM-aðgerðir til þess að finna og setja lógík. Þannig bara svona ef við klárum eitt hérna, ef ég segi hérna núna button.add event listener klikk, þegar það er ítt á hann að taka, þá ætla ég að gera eitthvað. Þá ætla ég að segja
þá ætla ég að kalla í remove to item. Ok. Þá ætla ég að segja hérna remove to item console log eyða item. Þá getur ég sagt hérna alert viltu eyða. Förum þá aftur í þessa. Hreinsum þetta, svona. Viltu eyða þessi. Viltu eyða þessi. En þá sendir þetta rétt item út frá því hvort var klikkað á, út frá því hvenær það var búið til. Þarna er svona forritunar koncept sem kallast closure, að það er búin til lokun eða closure yfir öll nafnlaus föll inn í þessu sem vísa í allt það sem að þessi föll hafa í sínu skóp á þeim tímapunkti þegar sem að lokunin er búin til. Þetta er svona forritunar mála fræði pæling sem að þið læri meira ef þið farið í forritunarmál sem ég mæli eindregið með. Besta áfangin þegar ég var í náminu hérna. En það er allavega þannig að ef ég vísa í þessi hérna breytu, svo klárast þetta fall. En ég bjóð til hennan event-handler og vísaði í eitthvað. Og svo sem ég sagði hann, svo fer ég að fá mér kaffibolla og ég klára verkefni mitt, ég fatt að ég gerir mistök og ég íti á eyða, að þá man það hver vísunin í breytuna er. Þó svo þetta hefði gerst á þessum tímapunkti og ég íti á buttonin eftir 2 daga. Ef ég var með varan opinn, eða eftir 2 sekundur. Skiptir ekki máli, closureið man það sem ég vísaði. Og þá er þetta að gera það sama fyrir þetta. Input add event listener. Þá ætlum við að nota hérna change eventin. Og þá ætlum við að segja input bara segja hérna console log input input.checked. True, false. Nú get ég brugðist við því og sagt ef það er true, þá er það búið og þá ætla ég að setja annan klasa á það sem að lætur að merkjast klárað og svo er spurning hvernig ætla ég að uppfæra þetta hérna. Þannig að ég tjekka þetta inn og ég sendi það með á eftir þannig að þið hafið aðgang á öllum þessum kóða þegar þið farið að takast á verkefni. En náttúrulega mæli með að þið byrjaði að klára verkefni 7 fyrir 5. Og það er aftur dæmitímar, morgun, hinn, 5. Eitthvað í lokin? Bara til í þetta. Vefordun!